Aftur tók Jesús að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar, úti á vatninu. En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisögum og sagði við það: Hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Og sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kæfðu það, og það bar ekki ávöxt. En sumt féll í góða jörð, kom upp, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði: Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar Jesús var orðinn einn, spurðu þeir 12 og hinir lærisveinarnir, sem með honum voru, dæmisögurnar. Hann svaraði þeim: Ykkur gefinn leyndardómur Guðs ríkis. Aðrir, sem fyrir utan eru, fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og Jesús segir við lærisveinana: Þið skiljið eigi þessa dæmisögu. Hvernig fáið þið þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götunni, þar sem orðinu sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafn skjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þegar þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál, auðæfana og aðrar girndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt, sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og Jesús sagði við þá: Ekki bera mennin ljós og setja þau undir mæliker eða bekk, það ekki sett á ljósastiku, því að ekkert hulið að það verði eigi gert opinbert, né leynt að það komi ekki ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá: Gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þá sagði Jesús: Svo Guðs ríki sem maður sái sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina, því að uppskeran komin. Og Jesús sagði: Við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt það mustarskorni, því að því sáð í mold, það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því sáð, tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess.
Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið, svo sem þeir gátu numið og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dags sagði Jesús við þá: förum yfir vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem Jesús var og sigldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir. Þá brast á stormhrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann: meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið: þegi þú, haf hljótt þig. Þá lægði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði við þá: hví eruð þið hræddir? Hafið þið enn enga trú? En þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan: hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum.